sinnum þétt á dagins þess að þá hættir ég yfirleitt ekki aftur sama dag heldur en að það er svona já, það er eiginlega bara þetta sem ég er að
ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mitt og býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottin minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hjá spámanninum Jesaja eru þessi orð í 60. kaflanum. Skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð Drottins rennur upp yfir þér. Myrkur grúir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en Drottinn unnin upp yfir þér og dýrð hans birtist þér. Sól þín gengur aldrei til viðar og tungl þitt minnkar ekki framar, því Drottinn verður þér eilíft ljós. Amen. Enda þótt öll sé gross,
Heyrum heilagt Guðspjall. Bið ykkur að rísa á fætur. Á Jóhannesi í 8. kaflanum stendur meðal annars: Nú talaði Jesús til þeirra og sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Rís úr sumarsænum í silki mjúkum blænum með fjöll í feldi grænum mín fagra heima ei. Við lífsins fögnu fundum á fyrstu bernsku stundum sólin hló á sundum og sildu himinn fley. Hér ég hann afi á árabát og undi sér best á sjó. Skinni skartað og skjól við móður hjartað. Hér leið mín bernskan bjarta við bjargfugla hlið. Vorið lagð að landi var líf í fjöru sandi. Þá ríkti unað sandi í ætt við bárunið. Þegar ég fjarska mig báturinn ber og boðinn úr djúpinu rís, en eyjan mín kæra ég óska hjá þér, að eigi ég faðmlögin vís. Þótt löngum ber af leiðum á lífsins vegi breiðum, þá finnst á fornum eyðum margt falið hjarta mein, en
Náð sé með okkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í textanum sem var að lesinu áðan frá Jesaja spámanni er átt við annað og meira en skammdegið. Jú, þarna er skuggi forgengileikans, þarna eru dimm él sjúkdóma og dauðans, en í þessu myrkri ljómar ljós og dýrð drottins birtist. Guð verður eilíft ljós, þó dimmi fyrir sjónum og leið liggi erfiðar skuggaslóðir sorgar. Sólin gengur aldrei til viðar og tunglið þitt minnkar ekki framar því drottin verður þér eilíft ljós. Hingað erum við samankomin til að minnast Stefáns Runólfssonar, eða Stebba Run eins og við köllum hann mörg. Hann fæddist á Búðarfelli á Skólavegi 8 í Vestmannaeyjum, þann 10. september árið 1933. Sonur Runólfssonar verkamanns fæddum í Hörglandskoti á Síðu og Guðnýjar Petru Guðmundsdóttur húsfreyju fæddri á Fáskrúðsfirði. Bræður Stefáns voru Einar Ólafsson, sammæðra og svo Ólafur Helgi. Stefán hóf störf í fiskvinnslu árið 1947. Að loknu grunnskólaprófi vorið 1950 varð Stefán aðstoðarverkstjóri hjá hraðfrystistöð Vestmannaeyja en þá var hann á 17. ári. 3 árum síðar varð hann yfirverkstjóri hjá fyrirtækinu og starfaði sem slíkur í 9 ár. Hann var framkvæmdastjóri hraðfrystistöðvar Keflavíkur frá árinu 62 til ársins 63. Og frá 64 í 10 ár var Stefán yfirverkstjóri hjá Fiskiðjunni HF í Vestmannaeyjum. Hjá vinnslustöðinni var Stefán framkvæmdastjóri í 14 ár. Hann var framkvæmdastjóri hraðfrystihúss Stokkseyrar frá miðju ári 1988 til ársins 1992 með framleiðslu og starfsemi sjávarútvegs og fiskvinnslufyrirtækja. Hann og Helga Víglundsdóttir gengu í hjónaband þann 19. nóvember árið 1966. Helga er dóttir Víglundar Arnljótssonar verkamanns, fæddum í Hjaltabakkakoti í Torfulækjarhreppi í Austur-Húnavatnssýslu og Hermínu Marinósdóttur húsfreyju og verkakonu fæddri á Siglufirði. Og börn Stefáns og Helgu eru Sóley, Smári og Guðný Stefanía. Maki Sóleyjar er Þorsteinn H. Kristvinsson og synir þeirra eru Hlynur Logi, Kvæntur Natalíu Potamíná. Svo er Helgi Sævar, hann er í sambúð með Önnu Arnarsdóttur og svo er Birkir Örn og unnusta hans er Jóna Björk Einarsdóttir. Helgi Sævar er búsettur í Kaupmannahöfn og biður allra bestu kveðjur hingað í dag. Og hann er nú að fylgjast með okkur í streymi og við sendum til hans okkar allra bestu kveðjur til Kaupmannahafnar. Maki Smára er Guðrún Jóna Sæmundsdóttir og þeirra dætur eru Berta María og Eva María. Unnusti Evu Maríu er hann Arnór Gauti Jónsson. Maki Guðnýjar Stefaníu er Jón Hálfdán Pétursson og synir þeirra eru Stefán Freyr, Pétur Þór og Hálfdán Breki. Stefán og Helga og börn fluttu frá Eyjum árið 1988 á Stokkseyri og árið 92 komu þau að Hlíðarvegi 28 hér í Kópavogi og 20 árum síðar fluttust þau Alkonu hvarfi einnig í Kópavogi. Stefán og Helga voru frábært teymi og alveg verulega skemmtilega ólík. Helga lést árið 2015. Stefán gegndi margvíslegum trúnaðarstörfum í gegnum árin. Satt í stjórn verkstjóra Félags Vestmannaeyja árabil og síðar í stjórn vinnuveitenda Félags Vestmannaeyja árabil, meðal annars sem formaður. Var í stjórnum dótturfélaga fiskvinnslufyrirtækja í Vestmannaeyjum, Lífeyrassamlags Vestmannaeyja, Samfrost, Staks HF, Þurrkhús og Klakks HF útgerðarfélags. Satt í stjórn SIF í 12 ár og gegndi þar ýmsum trúnaðarstörfum. Fór í fjölmargar söluferðir með framkvæmdastjórum SIF
til saltfiskkaupenda erlendis, þar sem reynsla Stefáns og þekking á íslensku sjávarfangi nýttist íslenskri framleiðslu til að ná sem bestu verði. Hann var jafnan fundarstjóri á aðalfundum SÍF, auk þess sem hann var félagslegur endurskoðandi félagsins 5 ára skeið. Satt í stjórn samlags skreiðarframleiðanda í 15 ár, í stjórn umbúðarmiðstöðvarinnar HF og félags síldarsaltenda á Suður- og Vesturlandi árabil. Stefán sat sem fulltrúi Vestmannaeyja á fjölmörgum þingum Fiskifélags Íslands og tíma í varastjórn félagsins. Hann átti sæti í undirbúningsnefnd að stofnun Herjólfs HF í Vestmannaeyjum. Sat síðan í stjórn félagsins sem varaformaður stjórnar frá stofnun eða í 13 ár. Stefán kom ásamt öðrum að því að kæla niður hraunið eftir gosið í Vestmannaeyjum og var magnað að heyra frásagnir hans af því öllu og ýmsu öðru, enda var hann afbragðs sögumaður. Hann var vígður í Oddfellow-stúkuna Herjólf í Vestmannaeyjum árið 1961 og var stofnfélagi Oddfellow-stúkunar Hásteins á Selfossi, en það var árið 1992. Og þar gegndi hann margvíslegum trúnaðarstörfum auk þess sem hann vann í nefndum á vegum stórstúku Oddfellow-reglunnar á Íslandi. Og Stefán var meðal annars sæmdur æðsta heiðursmerki Oddfellow-reglunnar. Félagi í Rotary Klúbb Vestmannaeyja 11 ára skeið, sat í stjórn klúbbsins og var forseti klúbbsins í 1 ár, formaður Sjálfstæðisfélag Vestmannaeyja í 8 ár og sat í stjórn þess í 15 ár og í kjördæmisráði flokksins í Suðurlandskjördæmi árabil og sat 2 kjörtímabil í bæjarstjórn Vestmannaeyja sem vara- og aðalbæjarfulltrúi. Hann sat í hafnarstjórn Vestmannaeyja í 12 ár og í æskulýðs- og tómstundaráði til fjölda ára, auk þess sem hann gegndi fjölda annarra trúnaðarstarfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn og sótti marga landsfundi. Og reglulega sótti hann fundi hjá Sjálfstæðisfélagi Kópavogs og vikulega félagsfundi hjá eldri sjálfstæðismönnum í Valhöll. Hann var í stjórn undirbúningsnefndar að byggingu íþróttamiðstöðvarinnar í Vestmannaeyjum árið 1973 og formaður byggingarnefndar til ársins 76 byggingu lauk. Og frá opnun var hann stjórnarformaður íþróttamiðstöðvarinnar í Vestmannaeyjum eða til ársins 1988. Hann hóf ungur að æfa og keppa í frjálsum íþróttum og knattspyrnu með íþróttafélaginu Þór í Vestmannaeyjum. Hann var lengi í forystu Þórs, svo og IBVF og átti töluverðan þátt í eflingu knattspyrnu í Vestmannaeyjum. Sæmdur gullmerki ISÍ og æðsta heiðursmerki sambandsins, gullkrossi ISÍ og heiðursfélagi ISÍ. Hann var sæmdur gullmerki KSÍ, gullmerki IBVF og æðsta heiðursmerki IBVF, gullkrossi og heiðursfélagi Þór. Hann var sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorður árið 2003 fyrir störf sín að félags- og sjávarútvegsmálum. Svo þið heyrið þá þetta langur listi og margt fleira hægt að nefna. En fyrst og fremst var hann Stefán Runólfsson heiðursmaður. Einstakt góðmenni, traustur, auðmjúkur og ljúfur. Sannur klettur sínum sem á þeim sem á vegi hans urðu. Áræðanlegur og orðin hans stóðu. Kurteis fram í fingurgóma, agaður og laginn við að fá fólk með sér. Enda maður fólksins og hann þjónaði ekki hagsmunum ákveðna einstaklinga. Jú, hann var ákveðinn og þrjóskur þegar hann taldi ástæðu til. Prinsipp maður. En hann var vinur vina sinna. Og eftirfarandi vísa var á miða í veski Stefáns árabil. Og vísan segir mikið Stefán og lífsafstöðu hans. Gull á ég ekki að gefa þér og gimsteina ekki neina, en viltu muna að vináttan verðmætust eðal steina. Þegar ég og fjölskylda mín vorum að flytja erlendis frá að Hlíðavegi 28 og gerðust þá leið nágrannar Stefáns og Helgu og var einstakt hvernig hann og Helga umvöfðu okkur og börnin okkar af kærleika, hlýju og öllu góðu frá fyrstu stund.
Við komum fyrst inn í íbúðin okkar rétt eftir miðnætti, eftir flug erlendis frá til að sjá íbúðina í fyrsta skipti. Og hver stóð annar við útidyrnar upp á tröppum, annar en Stefán. Hann tók á móti okkur, heilsaði með handabandi og bauð okkur hjartalega velkomin í húsið. Og ég er nokkuð viss að hann beið eftir því að heilsa okkur fram yfir venjulegan svefntíma. Og Helga hefur ábyggilega hrist hausinn yfir því. Og hann horfði beint í augun á manni og manni létti einhvern veginn strax og fann að maður hafði eignast góða nágranna sem svo fljótlega urðu dýrmætir vinir. Ég hitti hann svo kvöldið áður en hann lést. Það var verulega af honum dregið og stuttur fundur. En eins og venjulega þá heilsaði hann af öllu góðu. Og hvað gerði hann í lokin? Þakkaði fyrir sigurðinn minn. Hér er kvaddur einstakur öðlingur sem maður er ríkari fyrir að hafa kynnst. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 27. nóvember síðastliðinn. Kæra kveðjun hingað í dag senda bræðrabörn Stefáns, Petra, Ester, Birgir og fjölskyldur, Gedda, Ingimar og Sædís Inga, Ester, Ósk og Smári, Hermína, Brynja, Hafliði og fjölskyldur á Akureyri og í Berlín og Ragnheiður Ástvaldsdóttir. Og ykkur er svo boðið að þiggja veitingar í safnaðarheimili kirkjunnar sem er staðsett skáhallt gegn Gerðarsafni hér neðar í brekkunni og jarðsett verður í Kópavogskirkjugarði. En kristin trú boðar það sem bíði allra annað og meira en hrörnunin og dauðinn, sé Guðs ríki, himnaríki, eilíft líf. Og Jesús staðsetur það ekki í fjarlægri framtíð, heldur í næstu nánd mitt á meðal okkar, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Í einni bóka séra Karls Sigurbjörnssonar biskups er þessi kröftuga saga. Ímyndum okkur að við stöndum í flæðarmáli sumarkvöld. Horfum á fallegt fley sem býr sig undir að sigla úr vör. Segl þess eru dregin upp. Þau þenjast í kvöldgólunni og fleyið lætur úr höfn út á opið haf. Þið fylgið því eftir með augunum þar sem það siglir inn í sólarlagið, verður æ minna og lokum hverfur það eins og lítill depill við sjóndeildarhringinn. Og þá heyrum við sagt við hlið okkar, nú er það farið. Hvert er fleyið farið og hvað tekur við? Þó að það minnki og hverfi að lokum er það í raun og veru bara það sem augun okkar sjá. En þá er það jafn stórt og fallegt og þegar það lá við ströndina. Og á sama augnabliki og við heyrum röddina segja þessi farið er eftir vill einhver á annarri strönd sem horfir á það birtast við sjóndeildarhringinn. Einhver sem bíður eftir að fá að taka á móti einmitt þessu fleyi þegar hann nær nýrri höfn. Himnaríki, þar sem eilífðin ríkir. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hinn sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið því með sólarmorgni, vekið því með sólarmorgni. Drottinn minn faðir, lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins
Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberuna þjóðunum og til vegsemda líf þínum. Við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs, sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til hans Stefáns Runólfssonar. Viltu vera okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Blessa fólkið hans allt, bæði nær og fjær. Amen. Og allar bænir felum við í orðunum sem Jesús kendi og byggjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum,
helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og við rísum að sjálfsögðu upp þegar næsta lag verður sungið. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði og Jesús segir, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa.
Veit honum Drottinn þinna eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Vertu blessaður og þakkaði fyrir allt. Amen.